Amsterdam hefur verið kölluð Feneyjar norðursins. Borgina liggja 100 kilometrar af síkjum. Yfir þessi síki liggja 1394 brýr og við þau standa gömul og falleg hús, sum byggð á 13. öld en flest eru þau frá 17. öld. Í Amsterdam eru yfir 6800 byggingasögulegar gersemar, enda var borgin ríkasta borg heims á 16. öld. Íbúar Amsterdam eru litríkir og frjálslyndir í hugsun. Þeir eru gestrisnir og hafa tekið á móti flóttafólki víða að, einkum gyðingum og fólki ættuðu frá Asíu. Amsterdam er því spennandi borg og forvitnileg. Við skulum kynnast henni nánar. Goedemorgen, welkom in Amsterdam. Amsterdam er fyrst og fremst borg verslunar og viðskipta. Í aldanna rás hafa borgarbúar hist á markaðinum til að versla og bera saman bækur sínar. Amsterdam stendur við ósa árinnar Amstel. Fiskimenn hafa búið hér frá örófi alda og snemma byrjuðu þeir eiga vöruskipti við nágranna sína og kominn var markaður. Fljótlega fóru menn að reisa híbýli sín í kringum markaðinn. Þorp þetta kölluðu íbúanir Amsteldammi. Árið 1204 byggði Gísbert II höll við þorpið. 1270 var fyrsti flóðgarðurinn byggður og við það myndaðist hinn sæmilegasta höfn. Amsterdam var fædd. Skömmu síðar, eða 1306, fær Amsterdam borgarréttindi. Borgarbúar eiga blómleg viðskipti við nágranna sína og þeir eru duglegir farmenn og skipasmiðir. Á árunum 1421 og 1452 eyðilegst borgin algjörlega í eldsvoðum. Síðan var farið að byggja steinhús og grafa fleiri síki á milli hverfa. Amsterdam fer að taka á sig þá mynd sem borgin hefur í dag. 1609 er Amsterdam ein helsta verslunarborg heims. Borgarbúar halda uppi siglingum til 700 hafna víða heim. Verslun og viðskipti blómgast. Helstu einkenni Amsterdam eru síkin og húsin sem við þau standa. Síkin voru fyrst grafin til að verja borgina fyrir árásum óvina. Fljótlega urðu þau þó helsta samgönguæð borgarinnar. Samanlögð lengd síkjana eru rúmir 75 kilometrar og þau ferðast árlega 2,5 milljónir manna. Amsterdam er byggð á sandi eða mýri. Húsin eru byggð á staurum sem reknir eru ofan í jörðina. Borgin er eins og undarlegur skógur þar sem húsin eru krónur trjánna. Húsgaflanir eru margbreytilegir en skiptast gróflega í klukkugafla, hálsgafla, tröppugafla og spísgafla. Gaflanir eru fagurlega skreyttir. Þrátt fyrir að hver gafl hafi sín séreinkenni eru húsin samstæð og það er notarlegur heldarsvipur á borginni. Íbúar Amsterdam eru 700.000, þeir taka vel á móti ferðamönnum enda góðir kaupmenn. En hvernig eru þeir svona inn við beinið? Þóra Kristín Jónsson, sembaleikari, hefur búið nokkuð lengi í Amsterdam og þekkir því borgarbúa vel.
sannkölluðum Amsterdambúa. Fyndinn, umböðlindur, hjálpsamur. Það gildir Hollendinga yfir höfuð. Amsterdambúar eru kannski umburðarlyndari heldur en Hollendingar í öðrum borgum og minni borgum og þorpum. Ég þekki Amsterdambúa best. En Amsterdambúinn, hann stendur mjög á rétti sínum. Það þýðir ekkert að reyna að fara fram fyrir í röðinni í grænmetisbúðinni. Þú verður bara að gjöra svo og bíða þangað til röðin kemur að þér. Og ef þú gerir það ekki, þá er bara tekið þeirri góða með kontír. Þetta er típiskur Amsterdambúi. Íbúar Amsterdam af 125 þjóðernum, flestir frá fyrrverandi nýlendum Hollendinga. Þetta fólk af ólíku þjóðerni, trúarbrögðum og siðum, en býr samt saman í sátt og samlyndi. Þetta fjölbreytilega mannlíf myndar litskrúðugt mósaík, sem eitt af sérkennum Amsterdam. Þegar gyðingar voru ofsóttir í flestum löndum Evrópu áttu þeir griðarstað í Amsterdam. Árið 1619 fluttu efnaðir gyðingar frá Portúgal til Amsterdam. Síðar komu gyðingar frá Austur-Evrópu og víðar að. Gyðingunum var leyft að iðka trú sína og reka eigin fyrirtæki. Þeir hafa alla tíð verið góðir og gegnir þegnar borgarinnar. 1940, þegar Þjóðverjar hertóku borgina, hófust kerfisbundnar ofsóknir gegn þeim. Talið að 90.000 af þeim 100.000 gyðingum sem þá byggu í Amsterdam hafi verið myrtir af nasistum. Þekktasta fórnarlambið var Anna Frank. Stúlkan sem í 2 ár var í felum ásamt 7 öðrum gyðingum þar til að þau voru svikin í hendur nasista. Í þessu húsi skrifaði hún hina átakanlegu dagbók sína. Asíubúar hafa aðlagað sig betur heldur en aðrar þjóðir kannski. Það er kannski auðveldara fyrir Asíubúa Indónesía að fá vinnu, betri stöður heldur til dæmis fólk frá Suriname eða Nýlendse Antillum eða frá Tyrklandi eða Marokkó. Þannig að maður tekur ekkert eftir því að séu frá Asíu. Þetta eru Hollendingar. Þeir sem af asískum uppruna og búsettir eru í Amsterdam starfa margir við veitingahúsarekstur. Hvergi í Evrópu eins mikið af veitingahúsum sem hafa á boðstólum rétti frá Austurlöndum og í Amsterdam. Mest ber á indónesískum, kínverskum og indverskum veitingahúsum. Fyrir Íslendinga indónesísk matagerðarlist hvað forvitnilegust. Indónesíska eldhúsið ólíkt í kínverska. Uppistaðaréttana kjúklingur, svínakjöt, grænmeti, kókosmjöl og mjólk. Vinsælast hið svokallaða hrísgrjónaborð eða ristaffel. Ristaffel eru hrísgrjón með 12 til 30 hliðarréttum af ýmsu tagi. Kjarni máltíðarinnar eru gufusoðin hrísgrjón sem kallast nasi. Hliðarréttirnir eru borðaðir með hrísgrjónum, venjulega einn og einn í einu, svo að bragð hvers réttar fara að njóta sín til fullnustu. Réttirnir eru kryddaðir með sambal sem bragðsterkur rauður pipar. Með réttunum borið fram krúpúk sem stökkt flatbrauð gert úr þurrkuðum rækjum. Hvergi í heiminum fyrir utan Indónesíu hægt að fá eins góðan indónesískan mat og í Amsterdam.
Auður Amsterdamborgar byggðist á siglingum og verslun. Það var á skipum sem þessu sem þeir sigldu allan heim, aðalega til Asíu og Suður-Ameríku. Tíma var Amsterdam umsvifamesta og ríkasta verslunarborg heims. Ennþá er Amsterdam nátengd hafinu og hollendingar mikil siglingaþjóð. Mestur hluti borgarinnar stendur fyrir neðan sjávarmál og síkin liggja alla borgina eins og köngulóarvefur. Margir Amsterdambúar búa borð allt árið í orðsins fyllstu merkingu. Á síkjum borgarinnar eru 2400 húsbátar. Í flestum þessara báta býr fólk. Í öðrum eru rekin fyrirtæki, kaffistofur og barir. Í einum bátana er hótel fyrir týnda ketti. Húsbátarnir eru eftirsóttir sem íbúðarhúsnæði, þótt ekki sé plássið mikið, eða 34 fermetrar að jafnaði. Bátarnir eru dreifðir hinn 160 síki borgarinnar. Skemmtilegast er að skoða þá frá öðrum báti á siglingu, en síki Amsterdam sigla 70 útsýnisbátar. Þá eru til leigubátar sem gegna sama hlutverki og leigubílar. Engir tveir húsbátar eru eins, flestir eru þeir skreyttir og sumir bjartsýnir íbúar hafa komið sér upp garðhólu borð. Amsterdam er helsta menningarborg Evrópu. Árlega eru haldnir 14.000 tónleikar og leiksýningar í borginni. Daniel Þorsteinsson stundar nám í píanóleik í Amsterdam. Þetta hús heitir Concertgebouw, sem útleggst á íslensku tónleikahúsið. Þetta er eitt af þekktustu tónleikahúsum veraldar. Í þessu húsi er hljómburðurinn með eindæmum góður. En fyrir utan að það er mjög fallegt, bæði utan jafnt sem innan. Nú og hljómsveit hússins, Concertgebouw hljómsveitin, hefur lengi verið ein af alþekktustu sinfóníuhljómsveitum veraldar. Stjórnendur hennar hafa verið með þeim þekktari í gegnum tíðina. Bernard Haitink stjórnaði henni í mörg ár, en nú er aðalstjórnandinn Ítali, Riccardo Chailly. Og í þessu húsi er hún reyndar ekki eingöngu flutt klassísk eða sígiltónlist. Þarna eru jazztónleikar, þjóðlagatónlist og ýmislegt. Annað tónleikahald í Amsterdam má nefna óperuna. Hér er stórt og mikið óperuhús og á dagskrá nokkrar óperur. Núna til dæmis eru eina 2 eða 3 gangi í einu. Hér er mígrútur af smærri tónleikahúsum, jazzstöðum og kaffihúsum þar sem er flutt lifandi tónlist. Og svo má nefna Ísbrjótin eða Icebreaker, sem er mjög merkilegt hús þar sem er flutt eingöngu ný tónlist. Það er að segja tónlist frá okkar dögum. Árlega koma rúmlega 1,5 milljón erlendra ferðamanna til Amsterdam. Í borgin eru 270 hótel, 750 veitingahús og 1400 kaffihús og krár. Göturnar eru iðandi af mannlífi og það er sætur kryddilmur í loftinu frá austurlensku veitingahúsunum.
Aðalhljóðfærið í þessari sinfóníu borgarinnar er götuorgelið. Viðskipti eru í gangi allan sólarhringinn. Í Amsterdam er alltaf einhvers staðar opið, það er aldrei lokað. Jú, það kemur spánst fyrir sjónir að þessi trúaða þjóð, hún lokar aldrei sínum búðum, ekki einu sinni á föstudaginn langa, ekki, jú á páskadag er lokað, það er sunnudagur, það er hvað sem er, alltaf lokað á sunnudagum, en á degi eins og föstudagur langi, það er allt opið. Það fannst mér óskaplega skrítið því ég kom inn á fyrst. Kaupmennska virðist vera borgarbúum í blóð borin. Vöruúrval er með ólíkindum í Amsterdam. Í borginni eru 10 útimarkaðir, það er hægt að kaupa allt milli himins og jarðar. Amsterdam er miðstöð gimsteinaviðskipta heimsins og í borginni eru 165 fornmunaverslanir. Kunnir segja að á fáum stöðum sé eins mikið úrval af fornmunum og í Amsterdam. Stundum er hægt að gera góð kaup, en þá verður maður að hafa vit á hlutunum. Skemmtilegast er þó að virða fyrir sér hið litríka mannlíf á markaðunum. Það er prúttað og rifist, en allir skilja sáttir að lokum. Amsterdam er myndræn borg. Mannlífið er fjölbreytt. Síkin, húsbátarnir, brýrnar og húsin gera borgina sérstaka og ólíka öðrum borgum. Það þarf því engan að undra að listmálarar hafa ávallt heillast af Amsterdam. Það er gert mun meira fyrir myndlistafólk heldur en tónlistafólk og tónskáld. Þetta er myndlistaland. Hvers vegna? Allir sé ekki Rembrandt og Van Gogh að þakka, til dæmis. Og svo seinna Matisse og öðrum stórum myndlistamönnum. Fyrir unnendur myndlistar er Amsterdam hrein paradís. Í borginni eru 42 listasöfn og 140 gallerí. Frægasta safnið er Rijksmuseum, en þar eru til sýnis verk eftir Rembrandt og aðra stórmeistara. Þá er Van Gogh safnið ekki síður merkilegt. Þar eru geymt stærsta safn verka eftir Vincent van Gogh, 200 málverk og 600 teikningar. Van Gogh safnið hefur algjöra sérstöðu á meðal listasafna heimsins. Hvergi er til jafn heilstætt safn málverka eins heimsfrægs málara. Góðar heimildir eru varðveittar líf og starf listamannsins. Í safninu eru varðveitt 700 sendibréf sem hann skrifaði og fékk send. Á meðan hann lifði tókst honum aðeins að selja eitt einasta málverk. Van Gogh átti við geðræn vandamál að stríða. Þjáningin og hinn miskunnarlausa lífsbarátta setja svip sinn á verk hans. Van Gogh framdi sjálfsmorð 37 ára að aldri árið 1890. Það hefur aldrei verið eins mikill áhugi á verkum Van Goghs og í dag. Listfræðingar telja að ein megin ástæðan fyrir þessum áhuga sé vegna þess að nútíma maðurinn hafi samviskubitt vegna þeirra slæmu meðferðar sem listamaðurinn fékk í lifanda lífi.
Margir íslenskir listamenn hafa stundað nám í Amsterdam. Hvað er það sem listnemar hafa helst verið að sækja til borgarinnar? Það eru góðir skólar hér, bæði á myndlistarsviði og tónlistarsviði. Kristján Guðmundsson og þeir bræður Kristján og Sigurður Guðmundsson og Hreinn Fríðjónsson, þeir byrjuðu fyrir 23 árum síðan og opnuðu leið fyrir aðra myndlistamenn kannski hingað. Það er mjög gott að læra hér. Hollendingar eru frjálslegir, eru opnir, maður fær mörg tækifæri. Það er ódýrt að búa hér. Íslenskir myndlistarmenn hafa vakið verðskuldaða athygli í Amsterdam. Þegar sjónvarpsmenn voru þar á ferð, stóð yfir sýning á verkum Hreins Friðfinnssonar í Gallery van Gelder. Þegar okkur bar að garði var þegar búið að selja nokkur verk. Það er ekki hægt að yfirgefa Amsterdam á þess að skoða blómamarkaðinn. Blóm eru allstaðar til sölu. Í Amsterdam eru 28 fallegir garðar og 220.000 tré. Skammt fyrir utan borgina er bærinn Aalsmeer, gamall fiskibær. Þar er nú stærsti blómamarkaður í heimi. Túlípaninn er þjóðarblóm Hollendinga, en þar er einnig ræktað mikið af rósum og ýmsum öðrum tegundum. Túlípanar, tréskór og vindmyllur er það sem mörgum dettur fyrst í hug þegar minnst er á Holland. Vindmyllunum hefur fækkað stöðugt og í Amsterdam eru aðeins 5 vindmyllur eftir. Rauðahverfið svo kallaða hefur mikið aðdráttarafl. Erlendir ferðamenn eru þar í meirihluta. Þar er aðsetur vændiskvenna og þar eru ýmsir vafasamir skemmtistaðir. Eiturlyfjasala og neysla þeirra fer fram á götum úti. Margir hneykslast á hinu mikla frelsi sem ríkjandi er í þessum efnum í Hollandi. Lögreglan hefur að vísu hert eftirlitið á síðari árum. Ferðamenn hafa ekkert að sækja í þetta hverfi. Í Amsterdam eru 36 næturklúbar og fjöldi kráa sem óhætt er að heimsækja. Þessir staðir eru opnir fram undir morgun. Engum ætti því að leiðast í Amsterdam og auðvelt að fá útrás fyrir skemmtanaþörfina. Það er hjólhesturinn sem er helsta faratæki íbúa Amsterdam. Nær ómögulegt er að ferðast miðborgina akandi. Það er mjög auðvelt að hjóla. Það er ekki að drepast eftir hálftíma hjólamennsku. Þetta gengur rætt fyrir sig. Maður getur hent hjólinn frá sig hvað sem er. Því ég stóli hvað sem er 5-6 sinnum á ári, skiptir ekki máli. Víst að segja svo svolítið sjálft hvað hjólið er gott faratæki. Í Amsterdam eru 550.000 reiðhjól og íbúarnir eru 700.000. Hollendingin fljúandi kannast flestir við. Í dag er hægt að tala Amsterdambúan hjólandi. Samtök umhverfisverndar sinna berjast fyrir því að notkun blikkbeljunar verði bönnuð í miðborginni. Ferðamenn geta leigt sér reiðhjól á meðan á dvölinni í Amsterdam stendur. Hjólhesturinn er þarfasti þjónninn.
Amsterdam er engri annarri borg lík. Hún er paradís unnenda myndlistar, þar eru 52 leik- og tónleikahús. Hún er menningarborg sem er upp á flest það að bjóða sem hugurinn girnist í þeim efnum. Hollendingar voru nýlenduherrar. Þess verður vart í Amsterdam. Borgin er alþjóðleg og mannlífið fjölbreytt. Hollendingar hafa í aldaraðir verið í nánum tengslum við fjarlægar þjóðir. Á 18. öld sigldu hollensk kaupskip til 700 hafna víða heim. Frá Schiphol-flugvelli fyrir utan Amsterdam er í dag flogið til 183 borga í 85 löndum allstaðar í heiminum. Það eru þó borgarsíkin sem mestan svip setja á borgina. Hraðinn er því minni í Amsterdam en í öðrum stórborgum. Borgin er gömul og það er sagt að hún sé stærsta safn í heimi, en samt hefur hún upp á að bjóða öll þægindi nútíma stórborgar.